Sæl og blessuð. Við erum 6 manna hópur aðilar á rannsóknarstofu upplýsingatæknimiðlun sem stöndum á þessum hluta rannsóknarinnar sem snýr að því að skoða notkun stafrænnar tækni og þróun fjár- og netnáms. Auk mín eru Salvör Gissurardóttir, Skúlína Kjartansdóttir, Svava Pétursdóttir, Torfi Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir. Við vorum með spurningar bæði í grunn- og framhaldsskólakönnuninni með töluleg gögn og opnar spurningar þar sem fólk lét í sér heyra. Og til að byrja með höfum við sérstaklega verið að skoða viðhorf og raddir kennara sem staðið hafa í eldlínunni og byrjum þá á spurningum sem það hvað brennur á en líka jákvæða reynslu. Fyrst skulum við samt aðeins skoða hluta tölulegu gögnunum sem við erum með frá báðum skólastigum. Eins og sést í þessari töflu þá telur mikill meiri hluti svarenda sig að ræða mikilvæg töluverð áhrif á kennsluhætti. Enn fremur meiri hluti á því að töluverðar eða mikla breytingar hafa orðið á notkun sinni á stafrænni tækni. Á báðum skólastigum þó meira en þriðjungur sem telur lítil eða jafnvel engin áhrif að ræða varðandi nýtingu stafrænni tækninnar. Áhugavert að velta fyrir sér ástafanum en á báðum skólastigum eru skólar þar sem áhersla á mikla notkun stafrænnar tækni og gott aðgengi og þar eru kannski minni breytingar en við annars staðar og svo voru margir grunnskólakennarar áfram með nemendur á staðnum og hinn eru margir framhaldsskólakennarar í skólum þar sem fjarkennsla var í boði fyrir COVID. En á framhaldsskólastiginu mátti til dæmis sjá mikla aukningu í notkun netfunda eins og Teams og Zoom og aðra samskiptaleiðir við nemendur á neti jukust mikið. En áhugavert að sjá að meiri hluti svarenda á báðum skólastigum taldi aðgengi nemenda á tækni duga vel til samskipta eða fjarnáms en þó að talan sé yfir hærri hjá framhaldsskólahópnum. Varðandi búnaðarskóla þá taldi 61% grunnskólakennarana hann dygði vel en 20% illa en hjá framhaldsskólanum voru 85% sem taldi hann dygði vel og enginn sem svaraði illa. En þá líka meiri hluti kennara og stór meiri hluti á framhaldsskólastiginu og 92% og 65% á grunnskólastiginu sem telur að starfsmenn hefðu bara verið vel búnir undir að takast á við aukin tölvusamskipti eða fjarkennslu en á grunnskólastiginu eru samt 11% sem telur þá illa búna. En áhugavert líka að sjá að 46 svarenda af framhaldsskólastiginu var með fyrir reynslu af fjár- og dreifkennslu og helmingur telur að fjarnámsreynsla hafi nýtt sér vel. En svo á þessari glæru þá sést þróun í grunnskólum í átt til blandaðsnáms eða fjarnáms. Bláu súlurnar sýna stöðuna fyrir COVID þar sem langflestir voru með hreina staðkennslu en samt 19% sem lýstu námi sem vefstuddu og 3% sem blönda stað- og netnámi. En í COVID hins vegar var þetta miklu dreifðara eins og við sjáum. 30% svarenda sagði að nám hefði farið fram á öllu leyti á staðnum, 28 vefstutt, 18 blandað, 13 á mesta neti og 10% á öllu leyti á neti. En skoðum þá næst opnu spurningarnar og förum fyrst yfir svör framhaldsskólakennarana. 187 svöruðu spurningum hverjar hefði verið helstu áskoranir í kennarastarfinu þegar skólum var lokað og nám og kennsla fluttist á netið. Mjög margir kennarar nefndu að helsta áskorunin hefði verið að ná samband við nemendur og halda þeim við nám og sérstök áskorun að ná til viðkvæmu hópana, til dæmis vegna fötlunar, veikinda eða aðstæðna heima. Einnig gat reynst erfitt að fá nemendur til að vera virkir í kennslustundum á netinu. Varðandi áskoranir í kennslunni sjálfri snerust mörg svör að vinna kennara hefði aukist verulega og margir nefndu líka að það aðstæður til að vinna heima hefði reynt á. En auðvitað voru breytingar á kennsluháttum og námsmati miklar og til að geta fært nám og kennslu á neti þurftu flesti kennarar að læra margt nýtt í tæknimálum. Á þessari glæru getið séð dæmum svör varðandi nemendur og kennsluna en hér eitt viðbótardæmi. Áskoranirnar voru helst þær að samskiptin í kennslustundum urðu erfiðari. Kennslan hjá mér mikið í samræðu, fyrirlestrarformi þar sem nemendur taka þátt í fyrirlestrinum. Engin andlit voru fyrir framan mann, var ekki hægt að lesa í hópinn og dýnamíkin hvarf því að miklu leyti. En ef við skoðum jákvæðu reynsluna og tækifærin þá stór hluti svara snerist að hafa lært á ný forrit og nýja tækni sem myndi nýtast kennurum áfram í starfi sínu. Notkun nýrra tækni hafi líka í för með sér breyttar aðferðir og margir nefndu að þeir hefðu lært að þróa fjölbreyttari aðferðir við kennslu og námsmat, bæði fjölbreyttari verkefnaskil og leggja fyrir próf á netinu. Nokkrir nefndu að samvinna kennara hefði elst og aðrir nefndu að það hefði komið skemmtilega óvart hvernig sumir nemendur blómstruðu þessar aðstæður. Þarna sjáum við dæmi svar.
Ánægjulegt að sjá nemendur sem jafnvel höfðu ekki náð góðum tökum á náminu blómstra á þessum vettvangi. Sumir virtust finna sér betur við það að geta unnið á sínum hraðaforsendum og margir voru reyndar undir góðu eftirlit og fengu aðstoð foreldra sem virtist styrkja. Nú varðandi þá grunnskólakennarana, ef við skoðum erfiðleika og áskoranir sem þeir töluðu að þarna vorum við með svör frá 315 kennurum og þau voru mjög dreifð en mjög áberandi samt hættir sem snúa beint að nemendum. Tæpur fjórðungur talar að aðgengi að tölvum eða neti heima sé ábótavant hjá hluta nemenda og tæpur 50 hefur áhyggjur af viðkvæmum hópum með veikt bakland og þá í álíka mörgum svörum að finna hugleiðingar foreldra og hlutverk þeirra sem að verði mikilvægara við þessar aðstæður og þurfa að reyna að virkja þá. Einnig að nefna allmargir að virknisumla nemenda sé takmörkuð. Aðrir erfiðleikar sem nefndir eru til sögunar eru meðal annars tæknivandræði nemenda eða tölvufærni þeirra sé ekki næg, sum séu ung til að ráða vel við netnám. Þá ýmsu velt upp varðandi kennslustarfsþróun og fleira. 9% tala erfiðleika tengda tæknimálunum í fjarkennslu og eða nýtingu stafrænnar tæknikennslu. Og allstór hópur nefnir félagslega þáttinn sem sé erfiðar að sinna vel á netinu og hversu krefjandi var að vera fyrirvaralaust stefnt út í þessar aðstæður. Nokkrir nefna áskoranir varðandi nýja kennsluhætti, kennslulist og verkgreina, álag, kennara, persónuvernd og að vera að kenna á sama tíma bæði nemendum sem voru heima, sumir í sóttkví og nemendum á staðnum. En hér getið þið séð dæmi svör og ég ætla bara að lesa þetta síðasta virkni og viðkvæma hópa sem tengist því. Hvað erfitt að ná til þeirra nemenda sem standa höllum fæti, hafa lítið bakland eða af erlendum uppruna. Eins getur verið erfitt að fá sumanemendur til þess að mæta í tíma í gegnum fjarkennslu. Nemendur merkja þeir ætla að mæta og svo mæta þeir ekki eða svara ekki skilaboðum. En þá ef við skoðum líka jákvæðu reynsluna, margir nefndu gagnleg forrit eða þetta rafrænt námsumhverfi til sögunar, svo sem Google Classroom, en að öðru leyti var mest áberandi hve margir nefndu aukið sjálfstæði og ábyrgð nemenda. En það voru svo ótal aðrir hlutir nefndir og svörin voru mjög dreifð og eftir að flokka þau miklu betur. En eins og þarna sést eru allmargir sem nefna góð netsamskipti, voru ofta virka vel fjarfundina, foreldrar hefur orðið virkari margir í tengslu við nám barna sinna, verkefni fjölbreyttari, rafræna námsumhverfi, þægileg verkefnaskil og utanumhald og það að fleiri notuðu tæknina bæði kennara og nemendur, tölvufærni væri að aukast, heimanám hentaði mörgum vel og það sama með framhaldsskólakennarana að sumir hópar væru að blómstra og þarna sjáum við dæmisvar frá einum kennara. Krakkarnir hafa þurft að bera meiri ábyrgð á námi sínu, þetta hefur gefist vel til að mæta einstaklingum vel og opna fjölbreyttari leiðir til verkefnavinnu. Já, en það má sem sagt segja að það hafi skollið á ný netbylgja með COVID í heiminum. Og ef við rannum hópurinn var að skoða aðeins og ræða þá hvað eru áskoranir og tækifæri í kjölfarið á greina þessar niðurstöður. Það náttúrulega þessi viðkvæmu hópar eins og ég svo ekki svo fyrsta hér í rauninni sem að tala það og mismunandi aðstæður á heimilum þó að víða séu þær ágætar. Og sama, það eru mismunandi aðstæður í skóla þó að víða séu það virðist vera ágætt. En svo þurfum við að huga líka starfsþróun kennara og annarra faghópa og hvernig menntun viljum við bjóða upp á, hvaða kennsluhættir henta og eins og Guðrún Ragnars að tala með samvinnuna og það allt saman. Huga gæðum kennslunar og ekki síst fjar og net og sem sagt huga að námsgögnum og verkfærum við hæfi aðgengja því. En tækifærin eru mörg, það eru sem sagt breytingar eru uppspretta nýrra hugmynda, þarna voru margir kostir sem hafa verið prófaðir sem mun leiða til meiri sveigjanleika meðal annars. Margir telja breytingarnar vera til frambúðar og svo með spurning með námskrá og stefnumótun að leggja aukna áherslu á stafræna hæfni og nethæfni getum við líka. Það mörg tækifæri með samstarf háskóla og vettvangs og spennandi rannsóknir. Það þarf að styðja við rannsóknir og þróunarstarf í menntakerfinu. En það er sem ljóst af þessu niðurstöðum að kennarar hafa staðið sig vel í raun og unnið þrekvirki en nú bara að læra reynslunni og skoða hvað hægt að gera betur næstu misserum og það var líka að hugsa til framtíðar og fara út í skynsamlegar aðgerðir til að bjóða upp á sem allra bestum menntun.
En fyrir hönd Rannum hópsins þakka ég bara fyrir okkur.